Sælar elskurnar, ég ætla að taka nokkur spil, sjá hvað þau segja okkur. Það eru skilaboð varðandi ferð eða reisu einhvers konar. Kannski verið að plana ferðalag, taka ákvarðanir varðandi hvers skal halda. Reisan eða ferðin getur verið einhvers konar andleg ferð, en í flestum tilvikum er þetta nú bara venjuleg ferð utanlands eða innan. Og skilaboðin sem að koma til þín, hver sem þú ert, þau eru varðandi það að fara á einhvern áfangastað, en mun valda þér svolítlum hugabrotum. Það getur verið að þú fáir aðila í lið með þér til að taka ákvarðanir og festa niður eitthvað varðandi ferðina, ákveðna dagsetningar eða ákveðna staðsetningar. Þetta getur verið aðilar sem að hafa meiri reynslu eða eru betur til þess fallnir að kannski sjá hluti sem að vefjast fyrir þér. En þessi ferð er ekki einhver skreppitúr, heldur er þetta ferð sem að gæti tekið, allavega einhverja vikur eða mánuði. Ljósið á enda leiðarinnar bendir til þess að loka útkoman eða áfangastaðurinn á eftir að færa er það sem þú leitast eftir að ná. Fiðrildin fylgja þér þarna á leiðinni sem að sýna að þú munt þroskast og breytast og jafnvel taka stórstígum framförum í þessum leiðangri. Og ef til vill verður ekki einn á ferð eða ein á ferð. En þú munt taka rétt ákvörðun hver sem hún verður. Ef þetta er einhvers konar andleg reisa þá stendur þú uppi sem sigurvegari og mun þroskaðri með miklu og góða reynslu í farteskinu þegar að henni er lokið. Ákvarðanatakan getur verið lagalegs eðlis, þar að segja myndin sýnir einhvers konar dómara sem er að hjálpa tveimur einstaklingum að taka ákvörðun, er að hlusta á mál þeirra beggja. Í einhverjum tilvikum getur þetta táknað sambúðarslit eða skilnað eða tvo einstaklingar sem hafa ákveðið að fara hvor í sína áttina. Í einhverjum tilvikum er hérna bara stórar miklar ákvarðanir að ræða sem að þarf þriðja aðila og þarf ef til vill að fara eftir lögum til þess að sé rétt gert. Við ætlum að taka aðeins fleiri spil og sjá áfram. Það er gæfan, mikla gæfu spilið í stokknum. Erfiðleikum lýkur, erfiðleikar taka enda. Ef að þú eða einhver í þínu lífi hefur þurft að strita, hafa mikið fyrir hlutum, jafnvel svo mikið að það hafi komið niður á heilsu eða líðan, þá sér loksins fyrir endan á því í tengslum við þessa reisu.
Skilaboðin munu koma sumum ykkar í opna skjöldu, en það að gera að hrinda þeim ekki frá sér, því að þetta eru skilaboð miklar og góðar breytingar í ykkar lífi. En fyrir ykkur hin sem eruð að bíða eftir skilaboðunum, þá þetta nákvæmlega það sem þið biðið eftir og jafnvel meira til. Það er eitthvað við þetta sem sýnir að þér verður gefið tækifæri til að lifa lífiðinu á annan hátt en verið hefur. Ef þú hefur lifað hröðu og annarsömu lífi, þá verið að gefa þér tíma til að slaka á og sinna sjálfu þér eða sjálfri þér betur. Og ef þú hefur lifað heilsuspillandi lífi, skulum við segja, þá hér tækifæri til að taka þau mál til gagngerðrar endurskoðunar og setja líðanina þína í fyrsta sæti, bæði andlega og líkamlega. Breytingarnar og gæfan sem koma hér inn benda til þess að það muni takast mjög vel. Þetta hefur líka góð áhrif á fjármáliðin, það sem að koma hérna inn, og þýðir ef til vill að þú þurfir ekki að strita eða vinna eins mikið og verið hefur. Þetta getur líka komið inn í formi aðstoðar eða aðstoðar mannesku sem mun létta þig lífið á einhvern hátt. Og síðasta spilið kemur hér og það er þessi fallega gjöf sem einhver færir þér. Þetta vill það lífið sem að færa þér þessa gjöf. Þegar heilsun að ræða, þá fær fólk oft bata sem nokkurs konar gjöf frá almættinu. Og stundum þarf fólk að reka sig á vegg áður en að hlutirnir batna og áður en að fólk getur litið á erfiðleikana sem gjöf. Þetta getur verið einstaklingi sem annt þig og að færa þér hérna eitthvað fallegt. Stærðin á pakkanum skiptir ekki máli. Þetta eitthvað sem eftir að gleðja þig óumræðilega mikið. Og miðað við tímasetninguna á þessu, þá gæti þetta verið innan örfára mánaða sem að þessi gjöf að skila sér til þín. En þetta ferli sem að mér sýnist að muni fara smám saman batnandi, sem að endar síðan í einhvers konar loka niðurstöðu þar sem að árangrinum náð. Ef þú ert með einhverja hluti eða einhverja stöðu í þínu lífi sem þú vilt laga eða bæta úr, þá að gera bara að setja þig markmið í huganum og stefna að því, en að gefa þér tíma til þess. Því að fáir hlutir breytast á einni nóttu. Ef þetta varðandi heilsuna þína, þá þarf andleg og líkamleg heilsa tíma til að ná upp styrk og bata. Gefðu þið þann tíma sem að þarf, taktu á móti gjöfum lífsins, hverjar sem þær eru, og gangið bara allt í haginn með þetta. Ljós og kærleikur.